Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari Þórs. Velkomin, Lárus. Nú þetta að byrja. Boltan að byrja á laugardaginn. Hvernig leggst þetta í ykkur? Þetta leggst bara vel í okkur held ég. Við byrjum að erfum útileika mútið Haukum, þannig að það er fínt að byrja þar. Ég hefði kannski átt að vera að viðtala og segja, hvernig líst þér á dráttin sem við fengum í dag? Útileikur á móti Pepsi-deildarliði Fjölnis í bikarnum. Ég veit ekki sko, ég átti náttúrulega draumadrátt, ég vildi fá útileika en ég vildi fá hann á Akureyri mútið Káa en auðvitað hefur maður vilja fyrir utan þann leik að við vilja heimaleik og þarna förum við á útivöll og móti alveg mjög spræk og flottu Fjölnislið, þannig að þetta verður erfiður. Orri, nú búið að birta spár, einn spáin segir að við verðum í 4. sæti og önnur í 7. sæti. Er þetta eitthvað í takt við það sem þú áttir von á? Ég veit ekki sko, það er náttúrulega búið að ganga á ýmsu í vetur hjá okkur. Það var margir farið og menn hafa komið og farið út af meiðslum og öðrum vandamálum, þannig að það hefur ýmislegt gengið á, þannig mér veist kannski ekkert skrítið að menni erfiðleikum með að staðsetja ykkur. Þannig að miður deild held ég að það er mikið alveg sens í þessum spám. Það lifnar nú svolítið yfir mönnu þegar menn sáu sko, ef við byrjum bara að segja sko, liðinu gekk ekki vel í Lengjubikarnum en síðan byrjar að Mjölkubikarinn vel og leikurinn hér á móti HK var bara feikna góður og spámverjinn Alvaro bara hrikalega flottur. Sko, báðir leikirnir í Lengjubikarnum, bæði móti Dalvík og svo móti HK voru svona í takt við það sem við vorum að gera í Lengjubikarnum. Við höfum verið að vinna í vissum hlutum og það gekk bara fínt á móti bæði Dalvík og á móti HK. Það voru ólíkir leikir en eins og við tölum HK-leikin þá voru að spila náttúrulega á móti mjög sterku liði þar og mjög ánægðir að hafa náð góðum úrslitum þar. En nú sá leikur búinn og nú förum við í allt öðruvísi leik á móti sprækum Haukum. Þeir síðustu 3 leikir á Haukum þannig að þeir gera jafntefli við Fjölni. Þeir unnu Vestra, gott lið Vestra og rétt töpuðu fyrir KA 2-1. Þannig að þetta verður erfiður leikur. Það er alltaf erfitt að fara í Hafnarfjörðinn og spila móti Haukunum og það er eins gott að mín menn séu klárir í slaginn. Þetta er erfiður útileikur. Þessi heimavöllur hjá Haukum, hann er erfiður. Já, hann er það. Það er aldrei, alveg svo ég vil að mönnum finnst ekki gaman að koma hingað, þá er aldrei gaman að fara hann á Ásvölli. Þannig að þetta er erfitt verkefni og ég held að menn séu svona, vonandi þeir sem voru hérna með okkur í fyrra, þeir muni eftir hvernig það var að byrja svona eins og við byrjum í fyrra. Við byrjum illa í fyrra og þegar þú byrjar illa þá svona stigmagnast þetta upp og þannig að menn verður að vera klárir. En það er samt eins og ég var að reyna að koma að án að þetta svona eru mjög jákvæð teikn sem að sáust í spilamennsku Þórs hérna á móti HK á móti sterku liði svo segir og í raun og veru kannski klaufar hann undir lokin að fá þessi 2 mörk á okkur en úrslitin eitthvað síður nokkuð góð. Já, úrslitin voru góð, leikurinn var góður. Ég held að þegar við erum með svona nýtt lið eins og við erum með mikið af nýjum mönnum og mikið af ungu strákum þá á maður kannski von á mjög góðu leikjum og svo leikjum sem kannski ekki alveg eins góðir. Þannig að ég held að trikkið hjá okkur verði þegar það gengur svona vel eins og gekk á móti HK að menn fari ekki of hátt upp og svo þegar skellinni koma sem þeir eiga pottþétt eftir að koma einhvern tímann í sumar þá menn fari ekki langt niður. Þannig við svona höldum okkar strikki og náum svona jafnvægi í lið. Þannig að núna er HK-leikunum búinn og allt sem við lögum á okkur í HK-leiknum hann er ekki að fara að gefa okkur neitt á móti Haukum. Þannig að það er nýleikur, mjög verðugt verkefni og eins og ég segi, verður erfiður leikur eins og menn verður klárir. Og það er náttúrulega bara að taka þetta jákvæða sem að menn sáu í þeim leik og við fara yfir á næsta leik og vera svo bara viðbúnir ef og þegar kemur skellur að menn haldi þá haus. Já, það fari ekki hátt upp þegar vel gengur og ekki langt niður þegar illa gengur, það er trikkið í þessu og það verður náttúrulega breytingar í liðinu hjá okkur fyrir leikinu á móti HK, það eru að ég held, ég þarf að vita betur æfingu eftir, meiðsli í hópnum eftir HK-leikinn, þannig að það verður einhverjar breytingar.
En svo verðum við nú líka að tala þessa Spánverja sem eru feikna sterkir leikmenn. Við erum líka að gefa þessum ungu strákum sem hafa verið að spretta sig í vetur, gefa þeim góð komið. Þeir eiga eftir að láta til sín kveða. Já, við erum með marga mjög spennandi unga strákan hjá okkur. Og það er tækifæri fyrir þá að sýna hvað ég geta. Og þó við gefum ungustrákum séns þá fá þeir en ekki frítt sko, þegar þeir að sýna hvað ég geta og þeir verða að standa sig og ef þeir gera það, þá fá þeir tækifæri. Það er alveg bókað. Menn eru ekki dregnir upp úr neinu lottókassa, þeir þurfa bara að sýna sig á sannað? Já, þetta bara snýst það. Ef mann get ekki neitt, þá bara senda hann í annan flokk aftur og þeir verða að byrja að sanna sig upp á nýtt. En þú er bjartsýnn fyrir sumarið? Já, ég er bjartsýnn fyrir sumarið. Ég held þetta verði erfitt sumar, en ég held þetta verði skemmtilegt sumar. Það er mjög góður andi í hópnum og það er svona góð stemming í þessu og svona ferskleik í þessu hjá okkur núna. Þannig eins og ég segi, ég held þetta verði erfitt en ég held þetta verði mjög gaman. Ertu búin að setja markmið fyrir sumarið eða bara eitthvað sem þið ætla að halda innan hóps? Nei, sko, þetta er svolítið að setja markmið. Við náttúrulega förum í alla leiki til þess að vinna á. Það er bara þannig. En fyrsta markmið okkur er að ná 25 stigum. Við skulum bara byrja því að tryggja okkur í þessari deild. Þegar við erum búin að því, þá skulum við sjá hvað við getum gert. Og spyrjum að leikslokum? Já, það er bara að leysa. Gangi ykkur vel. Takk.